Í dag ætla ég að nýta straumflugu sem er mikið notuð hér á Íslandi í öllum regnbogans litum. Þetta er engin annar en Noblerinn sjálfur sem er svona, ég myndi halda að veri hvað mest notaða straumfluga í sílungsveiði að minnsta kosti hér á Íslandi. Eins og ég segi þá er hún nýtt í öllu regnbogans litum og ég ætla að nýta hvítan í dag. Það er litur sem hefur gefið mér virkilega vel, öflugur á vori sérstaklega og í sjóbirting og annan fisk, staðbundinn eða sjógenginn. Krókurinn sem ég nota er frá Arex og heitir NS 110. Þetta er stærð númer 10 og það er alveg sjálfsagt að stækka fluguna örlítið og hnýta hana jafnvel á 8 eða 6. En þessi stærð hefur, ég finnst þægileg. Það er í rauninni þannig að þegar maður er búinn að hnýta einn Nobler þá getur maður hnýta á alla. Það er bara spurningum að eiga þá liti sem maður ætlar að nota og ég hvet ykkur eindregið til þess að verða ykkur út efni í hvítan Nobler og svartan og blikan. Og þegar ég festi augun niður, þetta eru bara venjuleg vaskakeðju augu, svört þetta sinn, þá kræki ég í augun einu sinni með þræðinum og vef síðan criss-cross í gegn og nokkru sinnum utanum líka til að reyna að herða aðeins á þessu. Flott. Skottið á Nobler er úr Marabou, eins og margir vita. Og ég er með hvítan Marabou. Ef maður ætlar að kaupa efni í skottin á þessum Nobler-flugum og í rauninni bara ef maður ætlar að nota Marabou í skott, þá er ágætt að reyna að verða sér út þetta hérna Marabou. Það er að segja sem að heitir Blood Quills. Það er langþægilegast að vinna með það. Þetta eru stuttar fjaðrir og kjörnar til þess að nota í skott. Lengdin á skottinu er sirka leggurinn. Ég byrja yfirleitt á því að festa fjöðrina svona miðja vegu og vefa hana síðan alveg aftur og alveg upp að augun aftur. Þannig að ég búknum þokkalega jöfnum og það myndast hvergi bil. Ef maður ætlar að láta þetta endast eitthvað, þessa flugu, og láta augun vera á sínum stað, þá er ágætt að nota tónatak. Það er að sjálfsögðu í lagi að sleppa því, en mér hefur fundist að flugan endist aðeins lengur og maður límir niður á ákveðnum stöðum. Einn dropa á nálina, undir augun og aðeins á legginn. Eins og ég segi, ekki lykilatriði en ágætt að venja sig á það sérstaklega að maður er að hnýta flugur til sölu og maður vill bjóða góða vöru. Við setjum smá diskó í skottið og það er perlu flassabú sem ég notaði að minnsta kosti. Er að nota hvaða efni sem er að sjálfsögðu svo lengi sem það er svona glansið örlítið. Ég tek 2 þræði
úr búntinu. Ég hef vanum á að hafa 4 þræði, sikkurum megin. Oft sé ég 2 og það er sjálfsögðu í góðu lagi. En ég finnst einhvern veginn skemmtilegur að hafa svolítið mikið diskó. Tvöfalda ég flasabúið. Festi niður á nærhliðina. Færi svo yfir. Nú, á Nobler er svokallaður hotspot. Þið hafið eflaust tekið eftir að fyrir framan skottið er yfirleitt efni í einhverjum öðrum lit heldur en búkurinn sjálfur. Þetta efni er hægt að hafa, það er að hægt að nota margar tegundir af efni, það er hægt að nota chenil, döbb, floss og í rauninni hvaða lit sem að manni listi til. Og ég ætla að nota bleikan og bleikt döbb í þokkabót. Ég nota Ice Dub, Hot Pink. Þetta er efni sem þetta er einungis gerviefni, það er ekkert náttúrulegt efni í þessu dubbi. Þannig að það dregur ekki í sig vatn til dæmis, en það kemur svo sem ekki að sök í þessari flugu. Og ég reyna að dubba þetta dálítið þétt. Ég er mjög hrifinn af þessu efni eins og þið kannski hafi séð ef að þið hafi hort á fleiri myndbönd og notað þetta í margar flugur. Nú, ef maður dubbar hotspotinn, þá í stæðin fyrir að nota þá chenil eða eitthvað slíkt, þá er hann voða snyrtilegur og fínn þegar flugan er nýtt. En eftir nokkra fiska og kannski jafnvel nokkur köst, þá vill dubbi losna aðeins og þá verður hún bara veiðilegri, flugan, að mínu mati að minnsta kosti. Nú, vírinn sem ég nota í vöf á flugunni er frá UTC. Þetta er bara silfurlitaður UTC-vír, eins einfalt og það gerist. Nýti hann niður á nærhliðina. Ég hef svona komist að því gegnum árin að það er pínu atriði í hvaða röð maður nýtir efnin inn á Noblerunum. Maður á að geta temja sér það að þá eru manni allir vegir færir. Nú, búkurinn er úr hvítu chenili. Hérna stendur að það sé útfjólublátt eða fluorescent og það er ekki lykilatriði. Og það skemmi hugsanlega ekki fyrir. Það sem ég geri er að það er spotti inn í þessu þræði og mér finnst ágætt að pikka út hérna fremst þar sem ég ætla að nýta það niður. Lítur þetta svona út. Og festi niður. Og þessi vaskakeði í augu, þau eru nú ekkert sérlega
þung og eins og ég hef áður sagt að þá ekki vitlaust að nota einhvers konar blý eða jafnvel reyna að finna vaskakeðju úr tungsten ef maður ætlar að sökkva þessu almennilega. Og þá bara vefja. Upp að augunum og eitt vafning til að tryggja. Nú, við ætlum að palmera þessa flugu og til þess að palmera þurfum við einhverja góða fjöður og hér erum við Grizzly hana. Þetta selt sem einhvers konar þurrflugu efni en fjaðrirnar eru eiginlega aðeins og stórar í það en hins vegar fullkomnar í að palmera og þetta efni er hægt að fá í mörgum litum. Ég er búinn að týna pakningunni en þetta kemur í sirka svona stórum svona stórum pakningum þó að ég er búinn að taka slatt af fjöðrum af en engu síður. Það sem að gera þegar við ætlum að palmera að ágætt að velja sér eina fjöður sem að hæfir verkefninu og strippa stilkinn, taka neðstu fanirnar af og lítur þetta svona út. Og ég nýti fjöðruna inn þannig að flugan, palmeringin verður þannig að hún hvað breiðust hérna fremst og mjókkar eftir því sem við komum aftar. Ef að nýtari vill hafa það öfugt, þar að segja að hún sé hvað grenst hérna fremst og breykki eftir hún færist aftar, þá nýtum við fjöðruna einfallega öfugt í. Svona. Og þessu stigi málsins ágætt að vera sér út fjaðurklemmu. Festa hana svo til fremst á fjöðruna og vefja. Ágætt að muna að það þarf ekki að vera mikið átak. Þessar fjaðrir eru gjarnan viðkvæmar. Það var vírinn og ég festi niður endan á fjöðrinni með vírnum og vef vírnum í gagnstæða átt. Það að segja á móti fjöðrinni og þannig festum við hana niður. Það er nú. Stundum ætlar hann að vera rosalega sleipur. Það gengur ekki alltaf. Vefi ég vírnum í gegnum fjöðruna. Og festi niður. Svona. Klippi vírinn í burtu og stilkinn. Það var hausinn eftir.
Nú er þetta alltaf komið hjá okkur. Mér finnst ágætt að lakka bara þráðinn áður en ég gerir hnútinn. Svona. Og diskóið, það er bara jafnlangt á skottinu. Eins og ég segi þá er nánast hægt að ganga út frá því að ef maður hefur nýtt einn nobler þokkalega og kemur sér upp svona ákveðnu ferli, ákveðnu röð af efnum, það er að segja í hvaða röð maður nýtir þau inn, þá getur maður nýtt hvaða nobler sem er. Hvítur nobler, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.